svona, þá ætti þetta alltaf vera komið. Sjá, ég ætla að kveikja á þessu í símanum hjá mér svo ég geti fylgst með. Jú. Þá er allt klárt. Hæ, góða kvöldið og gleðilegt nýtt tungl. Nýtt tungl í Vog, spennandi tímar. Alltaf ánægilegt að vera hérna með ykkur og alltaf gaman að fylgjast með hvaða áhrif tunglið hefur á mann og á umhverfið í kringum mann. Það er svona forvitnilegt að sjá og finna, sérstaklega þegar maður kannski búinn að sjálfur að finna eitthvað svona alls konar tilfinningar eða líðan eða taka eftir einhverju munstri kringu sig og svo flettir maður aðeins upp, bara rifjar upp, býtu, hvar er tunglið núna og í hvaða merki og hvaða áhrif er það að hafa ok, skil. Alltaf ég gaman. Ég ætla að lesa úr spilum, fá skilaboð fyrir nýja tunglið núna og að venju þá er ég með 3 stokka. Það er hér Infinite Wisdom of the Chakras. Svo er klassíski monologi og svo er stokkur, ég held ég hef aldrei notað hann hérna á síðunni. Hann er mjög skemmtilegur og svolítið svona öðruvísi, svona lítill og einfaldur og þægilegur. Ég hef gaman á honum frá fyrirtæki sem heitir Witch Casket og þetta eru spil sem heitir bara Spirit Oracle Cards. Þau eru skemmtileg og rosalega margt skemmtilegt frá þessu fyrirtæki. En þá ætla ég að leggja skjáinn niður, klukkan er orðin, leggja skjáinn niður og leyfa ykkur að tengja á spilin og ég ætla aðeins að tala tunglið. Svona, og hér eru spilin og hér er Infinite Wisdom of the Chakras, monologi og svo Spirit Oracle. Nú, nýja tunglið sem er núna í Vog, það náttúrulega fylgir alltaf nýju tungli að það er svona upphaf og það er svona að opnast á nýja möguleika kringum okkur, við erum að taka eftir nýjum hlutum, það er margt að koma svona upp á yfirborðið og það er svona margt svona vaxandi innra með okkur. Þannig að þá er svona nokkuð góð tími til þess að vera að skoða hvað er að vaxa inn á mér með mér, hvað krefst athygli minnar, af hverju líður mér eins og mér líður núna og hvað ætla ég að gera með það. Og núna með vogina, af því að vogin er nú jafnvægistáknið sjálft og þá þarf hún þarf mikið jafnvægi og jafnvægi á öllum pólum milli vinnu og leiks, á milli einveru og samskipta, á milli ljós og skugga, það er allt sem að krefst jafnvægis. Vogir funkar ekkert rosalega vel ef það er of einhæft öll athyglin bara á annarri vogarskálinni. Og þessi tími sem er núna erum við komin inn í haustið, að þá erum við svona dottin inn í hversdagslega rútínu. Sumarið og vormánuðirnir sjálfir eru oft svolítið svona út allt og alls konar einhverju svona útidúrar úr rútínun okkar. Svo kemur sumarið og þá brotnar allt ennþá meira upp og svo þegar haustið nálgast þá byrjum við að fara inn í nýja rútínu og þá er oft svo mikið að gera þarna í ágúst og september. Einhvern veginn alltaf allir eru að finna sér einhvern veginn sinn stað til að vera á, skólar að byrjast, flutningar og bara rosalega mikla breytingar, mikil viðbrigði og svo núna þegar við stígum inn í október þá er þessi rútína komin. Við erum búin að aðlagast hvað lífið okkar er og er að fara að verða sennilegast næstu mánuði.
þá eru vogin svolítið kát, þá líður þeim vel, það er svona öryggi sem fylgir þessar hversdagslegu rútínu. En á sama tíma að með því að vera komin með þessa hversdagslegu rútínu og orðin þegar við erum orðin svona örugg í því hver rútínan er og hvað fer mikið á orku í hvaða þátt hverju sinni, að þá sjáum við líka skýrar hverju við getum bætt við og hvenar. Þú veist, allt í einu fórum við að taka eftir bara, já, heyrðu, ég hef auka tíma hérna eða auka orku, ég get bara að stunda hreyfingu hér eða ég get hitt saumaklúbbinn og átt með félagslíf á þessum tíma. Og allt í einu tökum við líka eftir að við erum kannski búin að vera svolítið svona út af fyrir okkur og afmörkuð á meðan við erum að koma okkur fyrir þessari rútínu. Föttum kannski allt í einu að við höfum ekki heyrt í vinum eða vinkonum bara í marga vikur og ekkert pælt í því einu sinni. En það er að því að við erum búin að vera að svona búa okkur til hreiður fyrir veturinn og koma okkur fyrir í einhverju rútínu. Svo þegar núna rútínu er svolítið sett að þá allt í einu tökum eftir bara herðu. Það er rými hér fyrir félagslíf, fyrir nýjungar, fyrir tengingar, fyrir afþreyingu og vöxt á ýmsum sviðum og þá ætlum við að nýta okkur það og jafnvel komin bara mjög sterk þörf fyrir það. Af því að vogin er nú líka einu sinni félagsvera og það er svona fylgir svolítið þessu tungli sérstaklega, það er svona allsstaðar vísbendingar í kringum það að nú er þar að auki svona tími ástar og rómantíkur, nýrra sambanda eða nýrra áfanga í sambandum og það er svona að opnast fyrir öflugar tilfinningar í samböndum og tengingum og líka í samböndum sem eru ekki af rómantísku eðli. Það er rosa sterkt flæði fyrir tengingu við aðra einstaklinga sem er ofboðslega fallegt að sjá. Dásamlegt að geta opnað sig fyrir því. En þá ætla ég að fara í spilin. Við ætlum að byrja á Infinite Wisdom. Og þá byrjum við að kanna hvað er svona að koma upp, hvað er að vaxa innan frá hvað er að kalla eftir aðgerðum. Svona, það kemur hér dögun sem að táknar kynorkuna og það er sem sagt, segir hér að bæði karllæga orkan og kvenlæga orkan innra með þér er að öðlast heilun. Það er að koma jafnvægi á karl- og kvennorku, verið að skapa jafnvægi þar á milli. Við erum öll með bæði í okkur og bæði er tengt inn í sköpunarkraftin okkar sem er líka kynorkan okkar. Þannig að sá hluti er að eflast, styrkjast og öðlast heilun. Þannig að hér er mjög kröftugt jafnvægi að skapast og getur líka meira sem komið þannig fram að sköpunargleðin eykst til muna eða er á einhvern hátt öflugri eða viðtækari jafnvel. Þetta er kengimögnuð orka, þetta er sköpunin sjálf, það sem við gerum til að skapa tjáningu í heiminn, það sem við gerum til að skapa líf innan heim. Og þetta er svona, já, þetta er rosalega kröftug orka sem býr í okkur og er sem sagt fer vaxandi núna og vantar kannski svolítið rými til að skína síðan þegar hún er búin að ná þessu jafnvægi sem þarf. En þessi öfluga orka er rísandi núna og er að auka jafnvægi í líf okkar núna. Þannig að það er það sem er rísandi með okkur. Ekki rétt gagnvart sjálfum okkur eða öðrum í fortíðinni, fyrirgefa okkur skammsýni og blindni okkar
og líka fyrirgefa öðrum og fyrirgefa fortíðina það sem hefur verið. Og umfram allt að opna okkur fyrir kærleikanum og leyfa kærleikanum flæða gegnum okkur. Leyfa kærleikanum og sköpun að flæða í gegn og samtvinna. Og við leyfum kærleikanum að leiða okkur með þennan kraft. Þetta alveg rosa öflugt. Og leyfum því að leiða okkur. Og áhrifin sem þetta kemur til með að hafa fram í tíman það hér hjartastöðin sjálf, viska, kærleika og samheiðar. Opnaðu hjartað og sjáðu allan heiminn innra með þér og það nefnilega akkur þannig að það býr allur heimurinn innra með okkur. Við erum beintengd við allan heiminn, við erum beintengd við andan og uppsprettuna, móður jörð og faðir himinn, hvað sem við kalla þetta, við erum öll tengd í sama grunn, sömu uppsprettu og það allt saman byggir á kærleika og elsku. Þannig að leyfðu eldinu þínum, sköpunum þinni, þessum frumkrafti að næra þig, að blása lífi í þig, veita þér styrk þannig að þú getur opnað fyrir hjartað þitt, opnað inn í tengingu þínu við uppsprettuna og andan og allt þetta sem við eigum svo ótrúlega mörgna yfir kærleikann sjálfan og leyfðu þér að finna að við erum öll tengd í kærleikann. Og leyfðu þér að sjá sjálft þitt og upplifa sjálft þitt í þeirri orku því að það er öflugt, það er sterkt, það er fallegt, það er magnað. Þannig að hér er mjög öflug skilaboð að finna styrkinn sinn, finna eldinn innra með og leyfa honum að styrkja okkur í því að opna fyrir kærleikann. Ég ætla að fá manifestation spil á þetta til að styðja það að raungera þetta hér. Ótrúlega fögur skilaboð. Þessi spil eru alltaf svo, við talum svo sterkt hérna til mín. Og það kemur hér Make time for self-love. Gefðu þér tíma til að elska sjálft þig. Gefðu þér tíma til að sýna sjálfu mildi. Gefðu þér tíma fyrir sjálfselsku. Ég er orðin í dag mjög mótfallin því að orðið sjálfselska sé neikvætt orð. Ég er að reyna að snúa því við. En gefðu þér tíma til að elska sjálft þig. Sýna sjálfu mildi, næra sjálft þig. Eyða tíma með sjálfu þér. Gefa sjálfu þér svolítið þessu kærleika sem að býr í þér. Það er í grunninn það sem við öll þurfum. Það er kærleikur og ást. Það býr í okkur öllum. Við þurfum að því að halda fyrir okkur sjálf og við þurfum líka að þiggja það frá öðrum rétt þess að við þurfum að gefa það til annarra. Þannig að gefðu þér tíma til að elska sjálft þig. Og líka elska aðra og þiggja ástina frá öðrum. Rosa kærleikur í gangi núna. Ég er alveg að fíla það, það er dásamlegt. Ég verði eiginlega hálf klökk bara. En þá ætla ég að fara yfir næsta stokk. Það eru klassísku monologi. Þá skulum við byrja á því að athuga hvað er að koma upp hér, hvað er að rísa innan með okkur hér. Kemur hér fyrst
tungl í Meyju sem segir þú ert nóg, þú ert nógu gott, það sem þú gerir er nóg. Það er ótrúlegt hvað þetta á það til að gleymast hjá okkur. Við erum mjög fljót að detta í það að tala okkur niður og gera lítið úr því sem við erum eða því sem við gerum. En við þurfum að minna okkur á þetta að við erum nóg og það sem við gerum, það er nóg og yfirleitt meira nóg. Og það er rosalega mikið til í þeim orðum að ef við gerum okkar besta þá erum við að gera nóg. Við þurfum ekki að gera meira en okkar besta. Við erum bara flest að reyna að gera okkur besta í öllu sem við gerum. Þannig að við skulum ekki tala okkur niður, ekki gera lítið úr því sem við gerum. Og reynum að sjá aðeins það sem við gerum frá sjónarhorni þess sem horfir á. Eins og ef við myndum fylgjast með öðrum, ef við myndum fylgjast með vinum eða ættingjum eða samstarfsfélögum, gera það sem við gerum, myndum við þá í alvöru talað eitthvað niður. Það er stórlega efa ég. Við myndum frekar klappa fyrir því út af staði og þakka fyrir það. Þannig að reynum að koma vel fram við okkur sjálf. Þú ert nóg. Þú ert nóg. Þú ert nóg. Og þá skulum við fá hér meginskilaboðin með þessi tunglum. Það kemur hér nýtt tungl í Krabba sem segir þú og ástvinir þínir eru öruggir. Þú ert öruggt. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur. Hvorki fyrir sjálf þig né ástvinir þínir. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur. Þú ert nóg. Þú ert öruggt. Þannig að hvaða óöryggi sem þú ert að upplifa núna, þér er óhætt að sleppa tökum á því og slaka. Og þú þarft ekki að vera að píska þig eða reka eftir sjálfu þér. Eða á húsnæði eða í samskiptum og samböndum, þetta er lífsnauðsynlegt. Það gleymist auðvitað, en það er bara svona grunnelement sem við þurfum, grunnþörf sem við höfum öll, ekki bara við mannskepnurnar, heldur líka öll hindýrin, að við þurfum að upplifa að við séum örugg. Þannig að skoða þig kringum þig, skoða þig hvernig lífið þetta er. Sjáðu að þú ert öruggt og þú þarft ekki að hafa allar þessar áhyggjur sem þú hefur. Þú þarft ekki að píska sjálf þig svona, þú þarft ekki að vera svona agað eða strangt við sjálf þig. Þú ert nóg og það sem þú gerir er alveg nóg og gott. Já, ok, þá var það framhaldið. Og það er hér fullt tungl í Bómanni sem segir look at the bigger picture, eða líttu á heildarmyndina. Og þar kemur þetta varðandi bæði öryggið og varðandi hvort það sem þú gerir er nógu gott eða ekki. Líttu á heildarmyndina. Við eigum það til að gleyma okkur svo rosalega í einhverju smáatriðum, eitthvað svona pingulítið atriði sem að okkur finnst vera ekki nógu gott eða eitthvað sem við erum ekki að gera fullkomið, eitthvað sem ætti betur fara. Við verðum oft svo einbeitt að því sem að má fara betur og við gleymum að taka eftir því sem að gengur vel. Þannig að líttu á heildarmyndina og athuga hvort að hlutina séu kannski ekki bara skrambi góðir. Njóttu
það sem þú hefur, njóttu afrakstursins af því sem þú hefur skapað í lífinu. Hvort sem það er heimili eða starf eða fjölskylda eða menntun eða vinahópur eða hvað. Líta hans í kringu þig, prófa að taka skref aftur og baka og líta í kringu þig. Og sjáðu að þetta er gott, lífið er gott. Oftar en ekki þá er manna lífið bara býsna gott. En við eigum til að gleyma okkur í að einbóta okkur svo mikið af einstaka neikvæðum hlutum eða eitthvað sem við getum haft áhyggjur af eða eitthvað sem okkur finnst mega betur fara, að við gleymum að lífið sé gott. Þannig að þér er óhætt að njóta lífsins, þú ert að gera alveg nóg og þú ert nógu gott. Skulum fá manifestation spil hér. Það er hér step into your power, stígðu inn í styrkinu. Það er nefnilega eitt. Varandi þetta þegar við einbeitum okkur að þessu neikvæða eða því sem ætti betur fara, þegar við rífum okkur niður og gerum lítið úr því sem við höfum eða því sem við gerum eða því sem við erum, það dregur ofboðslega úr orkun okkar og mættinum okkar. Við erum ofboðslega öflugar verur, öllsömmur. Við búum yfir gífurlegum krafti og gífurlegur orku, bara kærleiksorkan sem býr með okkur, sköpunin sem býr með okkur, tjáningin, þetta er allt saman svo stórkostleg öfl sem búa innra með okkur. En þegar við gerum lítið úr okkur sjálfum eða einbeitum okkur alltaf að því sem að skortir eða mætti betur fara, þá dvínar krafturinn okkar. Orkan okkar minnkar og við verðum öll svolítið máttlausari og við gleymum því hversu ótrúlega við erum í raun og veru. Við erum öll með ofboðslega orku innra með okkur. Það er ekkert okkar minna en hitt eða með minni krafta en annað. Við erum öll ofboðslega öflug og því meira sem við gefum okkur sjálfum af jákvæðri orku, jákvæðum orðum, þeim meira sem við njótum þess að vera til, þeim betur nýtist þessi máttur í okkur. Þannig að stígðu inn í kraftin, taktu eftir hvað þú ert stórfenglegt og mikið og leyfðu þér að njóta þess, af því að þú ert svo innilega meira en nóg. Þá ætlum ég að færa mig yfir næsta stól. Og það eru Spirit Oracle. Þannig að við athugum fyrst, fyrsta spilið, hvað er að rísa upp í okkur, hvað er að koma upp á yfirborðið, hvað er að kalla á athygli okkar núna. Það kemur orkan. Verndaðu orkuna þína og beint henni skynsamlega eða beint henni af visku. Gættu þess hvert þú beinir orkuna þinni, hvernig hún notar hana. Og þannig komum við aftur inn í skortið, það dregur úr okkur. Auðvitað stundu þurfum við náttúrulega bara að fara í gegnum ákveðna sorgir í lífinu og þá þurfum við að hleypa þeirri orku úr að þeim leið og við ætlum að halda í þá orku, í einhverja sára sorgar orku, þá situr hún föst í okkur og það er bara eins og segull á alla hina orkun okkar og þá setjum við uppi með bara eitthvað svona sorgmatan orkubolta inn í okkur sem er að éta á okkur alla hina orkuna.
Þannig að við þurfum að einbeita okkur svolítið að því hvert við sendum orkun okkar. Erum við að senda frá okkur jákvæða góða orku? Erum við að næra orkuna okkar? Erum við að gleypa neikvæða orku innan við okkur og erum við að sitja uppi með einhverja neikvæða orku segla innan við okkur af því við höfum ekki hleypt því út? Og svo aftur þetta með hvernig við tölum okkur sjálf, til okkar sjálfs, það sem við gerum, það sem við erum, það erum við alltaf í orkuskiptum líka. Og það er alveg merkilegt hvað bæði orð og hugsanir eru í rauninu stórir miðlar í orkuskiptum. Orð hafa mikla orku, sérstaklega þegar við beinum þeim að okkur sjálf. Þannig að hugsa það aðeins út í hvert ert að setja orkuna þína, hvaða orka í þér fær næringu, fær bólfestu og hvernig ert að senda orkuna frá þér líka. Meginskilaboðin í þessu tónleik hér mörk og verðu hreinskilið með tilfinningar þínar. Já, þegar við höldum ekki heilbrigð mörk, bæði á þann hátt að það að bera virðingu fyrir mörkum og hafa heilbrigð mörk, það er margþætt að þegar við erum ekki að setja heilbrigð mörk og virða okkar mörk, þá erum við alltaf að blæða út orkun okkar og þá geta aðrir líka gengið í orkun okkar og tæmt hana fyrir okkur jável. Og með einmitt alls konar með orðum og gjörðum og framkomu. En svo er þetta líka að við verðum að sjálfsögða að virða annarra manna mörk og ekki setja orkuna okkar sífellt í aðra. Þó við teljum að við séum að hjálpa til eða ætlum að gera eitthvað greiða, að þá erum við kannski að stíga inn á eitthvað sem við eigum ekkert erindi til að stíga inn í. Sérstaklega ef við erum kannski að taka fyrir hendunar á okkurum, ef við erum að taka annarra manna álag á okkur og þar með taka þroskan af öðrum. Það er líka mjög orkufrekt fyrir alla. En svo náttúrulega líka þetta að með því að setja orkuna þína alltaf á alla aðra og ekki sinna sjálfu þér, þá nærðu heldur ekki að halda þínum mörkum í lagi og orka þín bara blæðir eitthvert. Og það er ofboðslega mikilvægt að sérstaklega í nánum samböndum, hvort sem það eru ástarsambönd eða vináttur eða fjölskyldutengsl, að ræða málin, segja hvernig manni líður, ræða mörkin sín, útskýra þau og af hverju þau eru þarna. Maður þarf ekki að gera þetta með bara Jón og Gunnu út í bæ eða bara einhverjum vini eða kunningja, en þetta er mjög nauðsynlegt fyrir þessi nánustu sambönd. Og annar sem er ábyrgur fyrir þeim, þó svo að sem að Jón segja eða gera eitthvað og mér sárnar yfir því, að það er mér sem sárnar. Það er mín tilfinning. Ég get ekkert gert af því hvað Jón segir að gerir, en ég get gert eitthvað með mína tilfinningar. Og það er þar sem við þurfum líka að skoða hvað mörkin leggja. Við getum ekki gert aðra ábyrga fyrir tilfinningum okkar, rétt eins og við getum ekki borið ábyrgð á tilfinningum annarra. Við berum bara ábyrgð á okkur sjálfum og engum öðrum. Þannig að skoðum hvert orkan okkar er að fara, hvað mörkin okkar liggja og við erum bara svolítið, við erum heiðarleg með þeim.
framhaldið á þessu, hvaða áhrif þetta hefur fram í tímann. Já, kemur bara love yourself, elskaðu sjálf þig og þú ert divine magic, þú ert heilagur galdur. Við erum öll kraftaverk, það er alveg þar. Og eins og ég sagði áðan, við erum öll tengd inn í sama upprunnan, sömu uppsprettu, sama andan, móð jörð, faðir himinn, hvað sem við viljum kalla það. Við erum öll tengd inn í kærleiksorkuna sem að kemur frá uppsprettunni. Leyfðu þér að elska þig að það þú ert alveg jafn magnað og allir hinir. Við erum öll mögnuð, magnaða verur. Elskaðu þig, þú ert ásamlegt. Sjáðu hvert þú setur orkunni þína, haltu mörkunum heilum og heilbrigðum og elskaðu sjálf þig. Og það er líka svolítið auðveldara að elska sjálf sig þegar maður er svolítið einbeittur bara að sjálfum sér og setur jákvæða orkunu sína í sig. Og þá er líka manifestation spil hér. Þína aðri eru. Leyfðu þér að upplifa hvað þú og heimurinn eru mögnuð og hvað það er öflugur kærleikur í þessu heimi. Staldraðu við og leyfðu þér að upplifa þetta sem við köllum æramót í heiminum. Því að það nærir okkur, það gefur okkur svo mikið. Það er hver og einn sína leið, veldu þína eigin, skiptir ekki máli hvað þú kallar það, en leyfðu þér að staldra við og tengja þig. Og þá ætla ég að ganga frá þessum spilum. Þá eru afturstokkarnir komnir. Ég ætla að fá í lokin bara fyrir alla, fyrir heildina, þá er eitthvað eitt spil hérna úr Monology Messages. Einstuð skilabóð lokin. Til okkar allra. Það kemur hér, já sjálfsögum 2 spil. Kemur hér breytingar og svo andaðu. Það eru mikla breytingar í gangi bara í heiminum, bara í stóra samhenginu og svo líka, hef ég tekið eftir, það eru rosalega breytingar líka á meira prívatsviðinu í einkalífinu. Það virðist þetta er svona, breytingar virðast vera á ganga núna. Þannig að það er mikið að vera. Gefðu þér tíma til að staldra við og ná andanum og bara upplifa sjálf þig í mómentinu, að upplifa sjálf þig í núinu. Það er rosa gott að nota andardráttinn til þess að bara minna sig á ég er hér og nú. Og þetta er að gerast í dag, þetta er raunverulegt. En staldraðu við, andaðu. Og myndu líka þó það sé svona óbúslega mikið breytingum í gangi þá þarf þú ekki að vera alltaf að og þú ert ekki í neinu kapphlaupi. Þannig að leyfðu þér að staldra við og slaka líka. Við höfum alveg merkilega gott af því. En þá ætla ég að segja lestrinum lokið og ég ætla að reisa skjáin upp aftur. Og þá er ég hér. Það er mjög skemmtilega lagnir, óbærslega orkumiklar og fallegar, öflug skilaboð og mikið sem nær svona beint inn í hjartastöðuna.
og ég segi bara að ég vona að skilaboðin ræti sönn og rétt til þeirra sem þurfa á mig að halda og koma að gagni. Ég er starfandi aftur og er sem þetta koma mér í það að vinna aftur meira núna á nýjum stað eftir allar breytingarnar sem ég er búin að vera að fara í gegnum síðustu misserið, flutningar og annað. Er búin að stilla mér upp aðstöðu, þannig að ég er bara við það að fara ég set sennilega spróf í loftið á eftir, opna mér fyrir tímabókanir og annað, þannig að endilega fylgist þið með því. En annars þá bara þakka ég kærlega fyrir samveruna, alltaf jafn ánægjulegt að eiga þessar stundir með ykkur. Við sjáumst næst eftir undir 2 vikur á fullu tungli, ef ekki fyrr. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina og vona að þið eigið gott kvöld. Verið bless.